Hvað er kapítalismi? Það er svolítið ruglandi, sko, vegna þess að kapítalismi til þess ekki markaðsviðskipti. Markaðsviðskipti áttu sér stað á miðöldum, á bændamörkuðum og með þessi fornöld. Kapítalismi er ekki lýðræði. Kapítalismi getur virkað án lýðræðis. Kapítalismi virkar einhver leyti í Kína í dag, einhver leyti í Marokkó sem er konungsríki, hér og þar. Það er ekkert á lýðræðinu að halda og er kannski ekkert svo æst í því að hafa lýðræði. Kapítalismi var skilgreint náttúrulega, hugtakið var skilgreint af Karli Marx en einhvern veginn tókst svona hægra fólki á 20. öld að breyta kapítalisma sem var hálfgert skammaryrði yfir í eitthvað sem var jákvætt, að kapítalismi væri merki drifkraft einstaklingsins og ég veit ekki hvað og hvað. Kapítalismi er fyrirkomulag til kerfi, þjóðskipulagskerfi, þar sem að hinir allra ríkustu hafa mest völdin, þar sem að auðurinn stjórnar, þar sem að gangverk samfélagsins gengur út á það að flytja sem allra mestan auð til hinna ríku. Kapítalismin gengur út á það að draga úr völdum almennings, auka völd hinna ríku, flytja hluti frá lýðræðislega vettvangi, þar sem að við tökum sameiginlegar ákvarðanir hvernig við viljum hafa samfélagið til hinna ríku og treystum því að þeir móti samfélagið. Og það sem að gerist er að kapítalismi leiðir ekki til markaðsviðskipta eða samkeppni. Kapítalismi leiðir til fákeppni og einangrunar. Og það er ekki bara Karl Marx sem sagði þetta. Við upplifum þetta bara í dag, að fyrirtækin stækka sífellt, breiðja undir sig önnur fyrirtæki, sameinast til þess að fækka starfsfólki, til þess að auka afl sitt, til þess að takmarka samkeppni á markaði. Þannig að kapítalismin hann leiðir til fábreytni, alveg á sama hátt og við getum sagt að kommunismin í Sovétríkjunum leiddi til fábreytni. Þannig að það kerfi sem við lifum innan núna er ekki kerfi sem að fær fjöldan til þess að njóta sín þar sem að er best nýtt drifkraftur hvers einstaklings fyrir sig. Við sjáum það í okkar heimsluta að eftir því sem að kapítalismin er harðari tökum á samfélagunum, því minni er hreyfingin á milli stétta, því ólíklegra er það ef að þú fæðist inn í fátækt að þú komist nokkur tíman út úr henni, ef þú fæðist inn í lægri hluta millistéttar að þú komist upp úr því að þú getur eignast eitt fyrirtæki. Það er sífellt erfiðara að stofna fyrirtæki. Við sjáum það til dæmis í sjávarútvegi, það er ómögulegt. Við sjáum það í verslun og eiginlega öllu. Að leiðin til þess að byggja upp eitthvað nýtt, það er alltaf erfiðara. Það lokast hliðið, það verður alltaf þrengra vegna þess að kapítalismi leiðir til einokunar, fákeppni, fábreytileika og valdaleysi almennings.